Já, komið sæl og blessuð og við erum velkomin í Pílukastið. Við ætlum að reyna að starta þessu podcasti aftur og reynum að vera með meira en svona, já eins og hefur undanfarið, svona einn þáttur á ári. En við ætlum að reyna að fara svolítið yfir bara píluseguna á Íslandi, fara yfir svo helstu fréttir, hvað er í gangi, hvað er að frétta aðaldarfélögunum og fyrir ykkur sem vita ekki þá heiti ég Matthías Örn og er sem forseti Íslenska Pílukastsambandsins og í þessu þætti þá ætlum við bara, eins og ég sagði, að fara yfir ákveðna hluti og reyna að hafa það svona létt og skemmtilegt, bara eins og pílan er. Og hvar eigum við að byrja? Það var að koma frétt inn á dart.is sem tengist Norðurlandamótinu. Nú eru landsliðsverkefnin að fara í gang á ný, sem betur fer, það er búið að vera að pása núna frá því að COVID byrjaði og það er búið að vera endalausar frestanir fram og tilbaka. En sem sagt sænska pílusambandið er búin að staðfesta það að Norðurlandamótið verður haldið 27. maí á næsta ári í Malmö. Og það er bara frábærar fréttir. Ég er búinn að senda póst á sænska pílukastsambandið og staðfesta að Ísland mun taka þátt. Og hún er búinn að fá svar frá öllum Norðurlandaþjóðunum nema Færeyjum að þau verði með. Það er ekki gott svar frá þeim, þannig að þetta verður bara brjálæð stuð og þá er næsta spurning, hvernig veljum við landslið Íslands til að taka þátt í þessu móti? Nú, við vorum með landsliðsþjálfara fyrir nokkrum árum af Vigni, en hann hætti því miður rétt áður en COVID-bylgjan skall á. Þannig að við höfum þurft að endurhugsa svolítið valið á landsliðinu og við erum með frábært tæki til þess að velja menn og konur í landsliði og það er stigalisti IPS. Og við munum sem sagt nota hann til þess að velja landsliði fyrir Norðurlandamótið og önnur landsliðsverkefni eru EM og HM. Það er ekki alveg komið á hreint hvort það verði EM eða HM á næsta ári, en venjulega er þetta sem sagt Norðurlandamót og EM eða HM. Nei, Norðurlandamót og EM á einu ári og næsta ári er þá HM. Og síðan sem sagt á svona í venjulega árferði á það sem bara ganga. Norðurlandamót og EM og síðan HM á næsta ári. Gæti verið að rugla saman EM eða HM, en þið vitið sem sagt 2 landsliðsverkefni á einu ári og 1 landsliðsverkefni á einu ári. Og eins og ég segi, við ætlum að velja 8 karlmenn og 4 konur í þetta verkefni. Nú, við erum búin að ákveða að, eins og ég segi, nota stigamótin og við ætlum að nota Íslandsmótið sem var á þessa 500. 8 efstu karlarnir á stigalistanum í lok mars verða valdir í karlalandslið og 4 efstu konurnar verða valdir að keppa fyrir Íslands í kvennaflokki. Og þá spyr maður sig sem sagt við horfum á sem sagt 12 stigalisti IPS er sem sagt 12 móta rúllandi listi pluss Íslandsmótið og hann sem sagt rúllar bara áfram og mun gera það sem sagt og núna, ekki núna helgin heldur næstu erum við að spila stigamót 9-12 og þar eru mikla líkur á að það verði fyrstu stigamóti sem við munum gilda sem sagt við val á landsliðinu. Því að við erum að vinna sem sagt af dagatali fyrir næsta ár og þar er eins og staðan í dag þá er á áætlun að vera með allavega 2 helgar fyrir mars, þannig að stigamót 1-4 og stigamót 5-8 verða að öllu líkindum spiluð fyrir mars, þannig að þá lokadagsetningin er sem sagt 30. mars og þá horfum við sem sagt 12 mót aftur í tímann og 8 bestu mótin af þessum 12 sem þú hefur spilað
þau gilda til stiga þau gildi þá þín stig á stigalista pluss Íslandsmótið. Þannig að okkur finnst þetta að vera bara mjög réttlátt kerfi þangað til að við erum komin með landsliðsþjálfara sem að getur bara valið sinn landsliðshóp, sinn úrtakshóp og að lokum velur hann þá landslið. En meðan við erum ekki með þannig þjálfara í dag, þá ætlum við að notast bara við stigalistan, það er okkur tæki. Og já, það var það sem bara komið á hreint. Þannig að ef þú hefur áhuga og vilja og getur til að vera í landsliði Íslands fyrir Norðurlandamótið núna í lok maí næsta ári, það er mjög mikilvægt að þú skráir þig á þessi næstu stigamót sem að verða núna 7. og 7. nóvember og þau verða spiluð í aðstöðu Pílufélags Reykjanesbæjar því að Keilisbraut 755 á Ásbrú spiluð sem sagt stigamót 9 og 10 á laugardeginum og 11 og 12 á sunnudeginum. Þessi mót fara þannig fram að þetta er í rauninni bara einn útsláttur, best af 9 leikjum, alla leið, þannig að það þarf að vinna 5 til þess að sigra leikinn og við röðum 8 efstu köllunum og 4 efstu konunum inn í þennan útslátt og spilum síðan bara á móti þannig til að sigur vera fest. Svo sem að sigrar hvert mót fær 28 stig sem dæmi. Svo sem lendir í öðru sæti fær 21 stig og svo neðar eftir því hvað þú lendir. Og síðan bara safnast þessi stigalisti upp, þú safnaði einn stigum og síðan í lok mars þá tökum við allt saman, skoðum þín 8 bestu mót og sjáum hvað þú stendur á stigalistanum. Og það sem skiptir svolítið máli er sem sagt að þú þarft, það er 8 af 12 stigamótum sem að gilda. Það þýðir að þú mátt missa af 1, 2, 3, 4, allt upp í heilli helgi af stigamótum og það mun ekki hafa áhrif á hversu mörgum stigum en þú verður þá að spila vel í þeim mótum sem þú mætir í. Þannig að langbest er að sjálfsögðu að taka þátt í öllum stigamótunum, reyna sitt besta, reyna að koma sér sem lengst og sjá síðan bara til í lokinn. Ef að þú spilar vel, þá ertu komin í landsliðið og ertu að fara til Malmö í lok maí að spila fyrir Íslands hönd. Þetta er gríðarlega skemmtilegt. Ég hef reyndar aldrei verið hluti af íslenska landsliðinu í pílukasti en langar gríðarlega að fá að upplifa það að fá Íslands treyjuna, ekki karlmanna í fótboltanum, þannig að nú erum að gera að koma sér í pílu landsliði fyrir Ísland og ég held að þetta Norðurlandamót verði frábært. Það verða sterkir spilarar þarna, mjög mikið af góðum spilurum á Norðurlöndunum. Við sem höfum tekið þátt í þessum PTC-mótum og við þekkjum að við þurfum virkilega á Íslandi að reyna að hækka heildarstandardinn hjá þeim sem að vilja ná langt í þessari íþrótt. Við erum svolítið að skipta þessu í þessa almenna pílkastara sem að kemur og hefur gaman. En svo erum við líka með þennan keppnishóp, keppnisanda. Það er þeir sem að vilja standa sig vel í íþróttinni, vilja bæta sig og vilja ýta Íslandi ofar í píluheiminum. Og það er eitthvað sem við hjá IPS verðum að huga að. Við verðum að hugsa okkar bestu spilara, hvernig við getum í rauninni bætt umgjörðina í kringum þá þannig að þeir ná að vaxa og allir þeir sem hafa áhuga að koma inn í þann hóp hafi greiðan aðgang að því að þeir ná að sýna að þeir eru tilbúnir til þess að leggja á sig það sem þarf til þess að ná langt í íþróttinni. Og já, við þurfum að maður þarf að æfa vel, maður þarf að mæta mót, maður þarf að sýna bara sitt andlit og þá eru allir vegið möguleikir. Þetta er, IPS, við þurfum að hjálpa þeim sem að vilja ná langt í að búa til ákveðið keppnisumhverfi því að eins og staðan í dag þá
eigum við nokkra leikmenn sem að gætu strítt þeim þarna úti, en okkur vantar fleiri og við þurfum að gera þessa bestu ennþá betri. Því að ef við horfum á undanfarin mót, stórmót hérna á Íslandi, þá hefur standardinn hjá okkur bestu spilurum svona verið, legið svona kringum 70-75 í meðaltal per 3 bílur. Og það rauninni viljum við, ef við ætlum að séns hann úti og reyna að gera, bara að reyna að gera gott mót fyrir Ísland, þá þurfum við einhvern veginn að reyna að lyfta okkur, það ekki langt í þetta. Við þurfum að reyna að lyfta okkur í 75-80, við erum einhvers staðar svona, reyna að vera stöðu á því bili, sem sagt þá er ég talað í karlaflokki, og leið og við erum komið með svona cirka 75 plus í meðaltal, þá eigum við alltaf séns á að sigra alla leiki. Því að 75 meðaltal er rauninni þessar 6, hugstundum 7 umferðir sem þú hefur til að klára. Ef þú er að klára í 6-7 umferðum, þá ertu alltaf í möguleika á að sigra þinn leik. Og já, sem sagt, landsliðið og í kvennaflokki, þá ég þekki það ekki alveg nógu vel, en ég hef ekki alveg kynnt mér þessar erlendu stelpur, en ég veit bara að Ísland hefur ekki verið að ganga nógu vel, alveg eins og körlunum. Við höfum unnið 1-1 og svona 1-1 leikmaður hefur náð að skara fram, en sem heild þá höfum við ekki alveg náð þeim árangri sem við eigum að geta náð, og það er bara eitthvað sem við ætlum að innsetja okkur að breyta, koma okkur almennilega á kortið. Og eins og sé ég, í stúlknafloknum, kvennafloknum, þá er ég ekki alveg viss hvaða svona meðaltal við þurfum að vera að stefna að, en ég myndi trúa því að það væri kannski kringu 60 plus sem við þyrftum og það sem við þyrftum að reyna að stefna í framtíðinni. Og ég meina, það eru nokkrir mánuðir í mótið, það er hægt að, og það er svona, pílan er þannig að það þýðir eiginlega ekki að taka sér einhver frí. Sem sagt, að fara að taka golf allt sumarið og sleppa kasta ekki pílu, það er ekki áskrift uppskrift á árangur. Þú verður alltaf að halda þér við í formi með því að kasta. Ef þú getur á hverjum degi, þá er það bara frábært, en allt í lagi að taka sér smá pásur inn á milli. En ef þú nærð að halda þér í æfingu yfir allt árið, þá ertu alltaf að fara að sjá meðaltalið, árangurinn, það er alltaf jákvætt til lengri tíma ef þú ert duglegur að kasta. Nú, auðvitað kemur fyrir á píluferlinum að þú ferð upp og ert að spila vel og svo allt í einu bara dettur niður og ert að spila illa og veist ekkert af hverju. Og þannig ég heldur við höfum öll lent í því. Við förum að efast hvernig við höfum að halda, hvernig við höfum að kasta, og það er ekkert sem að virkar. Þannig að á þeim tímum er gríðarlega mikilvægt að einbeita sér bara að því að hafa leikinn eins einfaldan. Við erum ekki að reyna að ofhugsa hlutina, því að þessar svona dýfur, þær taka oftast endi og maður sér þá með tímanum að maður fær hægt og rólega. Hugsanlega þarf maður að getur maður prófað á þessum tímum að breyta pílur eða leggi eða fjaðrir og aðeins svona leika sér með setupið, þyngdina og annað. En ég horfi á pílukastið sem svona, ég horfi á meðaltali mitt til dæmis bara per ár. Ég er ekkert að spá í hvað maður er að ná í einstakar leikjum. Jú, maður kíkir á það, það er gaman ef maður gengur vel og maður er að skora vel og taka út. En maður reynir að horfa á svona per ár í rauninni. Þetta er leikur þolinmæðinnar. Og ég á gamla tölfræði frá ég byrjaði sem var 2012. 2013 var ég komin í svona cirka, var ég 40 og eitthvað 45 og svo hækkaði svona 5-10 stig á ári. Núna, en núna er ég svona, að slefa í kannski 75 á stundum góða leiki svona inn á milli, en svona 70-75 er held ég það sem er mitt level í dag.
það svona, ég hef heyrt í svo mörgum sem eru svolítið ofhugsa þetta með meðaltalið, að maður verði að klára alltaf í x mörgum pílum og svo gengur eitthvað illa einn daginn og þá bara allt var fjandans en það svo mikilvægt að leyfa sér að fara í gegnum þessar bylgjur. Það mun ganga illa, það mun ganga vel en svo lengi sem að þú ert einsettur fyrir það að æfa reglulega, setja inn tímann sem að þarf til að ná árangri og myndu ná honum og mynd sjá árangur þegar að líður á. Þú verður bara að vera þolinmóður og ég hlakka mjög mikið til Norðurlandamótsins á næsta ári, sem sagt að sjá íslensku spilarana. Ég held að við munum gera mjög gott mót því að það eru fleiri og fleiri sem eru að standa sig vel, sem eru að ná upp standardnum sem það þarf og það bara frábært að sjá baráttuna núna. Það verður vel mætt á stigamótið í Reykjanesbæ og svo náttúrulega stigamótshelgarnar á næsta ári verður gífurlega mikilvægar og það verður bara ótrúlega gaman að taka þátt í því og fylgjast með því. Já, eigum við að mynda okkur í eitthvað annað Boston. Hvað eigum við að fara að tala Það var náttúrulega 301 mótið, Íslandsmótið í 301. Það var haldið bara ekki fyrir svo löngu síðan í pílufélagi Reykjavíkur, í aðstöðunni hjá þeim. Þau með aðstöðu að Tangarhöfða 2 í Reykjavík. Bara mjög fín aðstæða, þetta eru 17 spjöld sem við erum með. Hvet alla sem á Reykjavíkursvæðinu að kíkja til þeirra, skrá sig. Við erum með liðamót alltaf mánudaginn og þriðjudögum og mjög oft mót á fimmtudögum og svo oft alltaf eitthvað að vera helgar, mót og svona. Þannig að 301 mótið gekk bara mjög vel fyrir sig. Við vorum sem sagt spiluðum innmenningin á laugardeginum og tvímenningin á sunnudeginum. Það voru sem sagt 2 að keppa í liði. Og það voru 70 manns í einmenningnum og og hvað voru mörgli? Það voru 20 og eitthvað, 830 lið. Þannig að, og gekk bara ótrúlega vel fyrir sig. Eins og segja, á einmenningnum þá kom það greinilega í ljós að það var einn maður sem var eiginlega langbestur. Hann spilaði best í riðlakeppninni og var mjög öruggur að bæði að skjóta sig inn og skjóta sig út. Hann heitir Ástór Ernir Hrafnsson. Hann kemur frá pílukastfélagi í Hafnarfjarðar. Hann var ég var mjög svona impressed þegar ég sá hann spila. Hann tiltölulega nýr. Heldur bara búinn að spila leikinn í 2 ár eða eitthvað svoleiðis. En maður sér það strax að hann með kaststíl sem er einfaldur og hann virkar og það lítið sem að það gríðarlega auðvelt að endurtaka það sem hann að gera. Fyrir utan það að hann með hausinn rétt skrúfaðan á og mjög mikill keppnismaður og var óskorum innilega til hamingju með árangurinn á 301 mótinu. Fyrsta skipti, hann Íslandsmeistari í 301 og hann eins og stendur hann hann á held ég í 9. sæti, 9. eða 10. stigalistanum. Þannig að hann ekki sítaður fyrir núna helgina. Þannig að sítuðu spilararnir þurfa að passa sig. Ef þeir geta lent á móti honum í fyrstu umferð. En það mun sína gríðarlega framfarir og það er gaman að fylgjast með honum í framtíðinni. Það er alveg klárt mál. En svo í kvennaflokki þá hún búin að taka titilinn og bara búin að ríghalda í hann og hefur engan áhuga á að lofta einhvern annan hafa. Það er Ingibjörg Magnúsdóttir. Hún líka á pílukastfélagi Hafnarfjarðar og hún svona okkar framtíðarvon í íslensku pílukasti. Hún hefur, ég held hún eigi alveg fullt af Íslandsmeistaratitlum í bæði krikkett, 300 og 500. En hún, eins og segja, hún var mjög solid alla helgina, spilaði mjög vel og átti bara titilinn sannarlega skilið.
á sunnudaginn þá spiluðum við tvímenning og tvímenningurinn gekk bara vel fyrir sig. Í karlaflokki það var samtals aldurinn og sigurvegurinn eitthvað kringum 140 ár. Við Bjössi Björn Steinar úr Pílufélagi Grindavíkur við töpuðum fyrir honum við töpuðum fyrir Þorgeiri Guðmundsssyni úr PR, Pílu Kastfélagi Reykjavíkur og Guðjóni Haukssyni úr Pílufélagi Grindavíkur. Þessi gömlu refi, þeir kunna alveg að kasta sko. Þeir voru bara svona, kannski áttu þetta ekki skilið, þeir áttum alveg okkar sénsa, við bara hittum ekki og þeir refsuðu grimmilega. En vel að sigurinn komnir og gaman að sjá og þetta undirstrikar líka það hvað pílukast fyrir alla. Þú veist, hann Þorgeir sem átti afmæli daginn, hann er eitthvað 74 ára gamall og bara að kasta eins og engil. Hann er bara alveg hrikalega stöðugur og Guðjón Hauksson, hann er eitthvað yngri en ekkert mikið samt og frábært að sjá hvað þessi gömlu jálkar eru virkilega góðir og ég talaði við Þorgeir og hann ætlar svo sannarlega að reyna að koma sér í landslið fyrir Norðurlandamótið og það verður gaman að fylgjast með því hvernig honum gengur núna á komandi stigum, það verður gaman að sjá. Í kvennaflokki þá voru þær stöllur Arna Rut Gunnlaugsdóttir úr PFR og Brynja Herborg Jónsdóttir úr Píludeild Þórs sem voru að lyfta titlinum í fyrsta skipti, í tvímenningu kvenna. Gaman að sjá, við vorum með beina útsendingu frá allir helginni. Þú getur kíkt á upptökur af leikjunum á YouTube og Facebook sem undir Live Darts Iceland og það var bara hörkuflottur leikur og bara vel spilað, skemmtileg orka í þeim leik, sérstaklega undir lokin þegar þær áttu sénsa að taka út og bara Brynja sérstaklega komið sterk inn, hún er líka nýlið í íþróttinni núna undanfæri í keppnispílunni. Arna búin að vera náttúrulega í mörg ár og kann að kasta og gaman að sjá að það sé ekki alltaf sömu andlitin á sigurplattanum sem taka bikarna. Þannig að og eins og sé heilt yfir gegn mótið bara frábær, bara mjög vel fyrir sig og næst á dagskránni hjá okkur er í rauninni þessi stigamótshelgi sem núna 7.-7. nóvember í Keflavík og síðan er í gangi Íslandsmót félagsliða. Það er svolítið skemmtileg keppni. Fyrsta skipti sem við höldum þetta Íslandsmót félagsliða með þessu fyrirkomulagi, þá erum við að etja aðildarfélögunum á móti ykkur í svona deild og stjórn hvers aðildarfélags velur á B-lið og skráir það til leiks. Við erum með 6 lið í A-deildinni og 6 í B-deildinni á þessu ári og það er bara æsispennandi keppni í báðum deildum. Í A-deildinni eru 4 lið sem að tryggja sig í undanúrslitin og 2 lið sem að falla niður í deild og fara þá í B-deildina og í B-deildinni eru þá 2 lið sem að fara upp. Og ég er að fara að hitta stöð 2 í byrjun nóvember og þeir hafa áhuga á að skoða að sýna hugsanlega úrslitaleikinn í A-deildinni í beinni útsendingu. Þannig að ég ætla að vona að þeir taki vel í það og við náum að koma því í gang því að við viljum alltaf að pílum að sjó. Það er bara heimsmeistaramótið er að byrja, stöð 2 sport eru búin að vera frábær, eru búin að vera með páskamót, voru með það, eru búin að vera með jólamót sem gekk mjög vel
og eru að sjálfsögðu að sýna heimsmeistaramótið í pílukasti núna í ár. Og það verður þvílík veisla. Vonandi getum við kveikt svolítið í íslensku pílukasti með því að sýna í beinni útsendingu úrslitaleikinn í Íslandsmóti félagsliða. Það væri alveg frábært og svona gott kickstart fyrir mótið. Ég ætla að vona að fundurinn gangi vel og ég læt ykkur sjálfsögðu vita þegar ég er búinn að fá svar hvort af þessu verður. En eins og ég segi, við viljum að sjálfsögðu fá meiri pílu, mikla pílu við getum í Íslands sjónvarp, hvort sem það er á stöð 1, hvort það er stöð 2, stöð 2 sport, Hringbraut, N4, bara því meira, því betra. Og það mun bara hjálpa okkur að ýta íþróttinni áfram og já, það er bara vonandi að það muni ganga vel. Nú, annað sem er á döfinni við erum að vinna að dagatali fyrir næsta ár og þar erum við að setja á í fyrsta skipti unglingamótaröð. Það er það fyrir keppendur sem eru 18 ára eða yngri. Við erum gríðarlega stolt og spennt fyrir þessu að leyfa yngstu keppendunum og yngstu iðkendunum að spreyta sig og sýna hvað þau geta. Því að ég hef margir sagt að unga kynslóðin, hún er framtíðin í sporti. Hún er það sem það eru keppendur þar sem mun koma Íslandi almennilega á kortið og að gefa þeim svona fyrsta skipti svona plattform til þess að sýna sig og sanna og fá þessa alvöru keppnisreynslu. Það er bara eitthvað sem átti vera búið að koma á laggirnar. En allavega á næsta ári þá ætlum við að byrja með slíka mótoröð og erum bara eins og sé gríðarlega spennt fyrir við erum svona ennþá að fara yfir og svona stilla strengina hvernig það er best að hafa þetta. Við erum með Pétur Rúrik sem er sem sagt unglingalandsliðsþjálfarinn okkar. Við erum að gera þetta í samvinnu við hann og þetta verður bara frábært að fá og ég vona að aðildarfélögin verði dugleg í að búa til umgjörð fyrir sína keppendur til að koma og æfa í góðu góðu umhverfi og hvetja þau til að taka þátt í þessum mótum til að fá, eins og segja, svona alvöru keppnisreynslu. Ég man að ég horfði ég komst í miður ekki á Íslandsmót U18 á þessu ári sem var haldið á Akureyri í sumar. Það var í maí eða júní, ég man það ekki alveg. Og sá þar bara nokkur ný andlit og vá, það var gríðarlega flott og magnað að sjá öll þessi nýju andlit og hvað þau virkilega voru að kasta vel. Það kom bara svolítið óvart og það svona keyrði okkur af stað bara, heyrðu, við verðum núna að grípa þennan bolta að sjálfsögðu er pílan allt land, hún er að stækka og það eru fleiri að prófa þessi íþrótt og sjá hvað hún er í rauninni frábær. Og auðvitað verðum við að búa til umgjörð fyrir yngstu keppendurnar og þetta er svona fyrsta skrefið í því og við erum ennþá að leita að styrktaraðilum fyrir þessa mótaröð, þannig að ef þú þekkir eða ert fyrirtæki eða einhver sem hefur áhuga á að vera með okkur í þessu að brjóta blað í íslensku pílusögu, þá endilega máttu vera í bandi við okkur. Þetta verður held ég byrjunin á einhverju frábæru, það er alveg pottþétt. En já, nóg það. Hvað eigum við að tala meira? Það er náttúrulega, það er alltaf að koma jól, það er heimsmeistaramótið að byrja, en núna sérstaklega úti nú er nánast pílumót sem hægt að horfa á nánast hverja einustu helgi. Það var að klárast svona stigamótshelgi fyrir þá spilara úti í PTC. Þar er þetta kallað Pro Tour og þar eru 30 mót á ári
og þeir taka þetta eftir COVID þá svolítið breytt, þannig að núna taka þær svona 4-5 daga í einu, það sem eitt mót á dag og það eru 128 spilarar á hverjum degi sem eru að keppa og þetta eru bestu spilarar í heim og það er gríðarlega gaman að fylgjast með þessum bestu og sérstaklega í svona umhverfi á þessum prótúrmótum eru engir áhorfendur. Þeir eru bara þeir einir og dómarinn, eða skrifarinn og það er mjög gaman að fylgjast með þannig mót. Það er hægt að kaupa sér áskrift á ptc.tv PTC TV og ég mæli endilega með því að prófa það, skoða því, það er að koma núna og við Íslendingar fáum aðgang að öllum þessum stóru mótum sem eru framundan. Það er Grand Slam sem eitt af þessum risamótum. Það er Grand Slam, það er World Match Play og Players Championship Finals sem sem sagt það er stórt mót sem ef þú spilar vel á Pro Tour mótaröðinni sem heita í rauninni Players Championship þá kemstu inn á Players Championship Finals og svo það er rjóminn á kökunni, það er heimsmeistarmótið sem byrjar í miðjum desember. Þannig að þetta er akkúrat tíminn til að vera pílu unnandi því að það er bara mót eftir mót eftir mót eftir mót og það verður bara geggjað að fá fylgjast með veislunni sem núna var að byrja. En ég held að við séum búin að rambla hérna alveg í góðan hálftíma ef ekki bara að leyfa þessu að vera lokahólanum og við stefnum á að sjá okkur aftur í næstu viku, er það ekki? Annars þakka ég bara kærlega fyrir mig og sjáumst síðar.